Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni klukkan orðin 8. Nú verða sagðar fréttir. Hjá mér Björn Þorláks og María Lilja. Við ætlum að byrja á Gaza. Það bara sama að gera þar. Já. Heldur bara áfram linnulaus dráp Ísraels hers á palestínumönnum. Verða að hrekja fólk frá Gazaborg og suður eftir. Drepa þau á meðan þau ganga. Kveiki tjöldunum þeirra. Það eru svona taktikal sprengjur sem verið að notast mikið við núna af því að það erfitt fyrir hermenn að komast þarna af því að það eru allt rústir einar. Þannig að þeir skilja eftir svona, eins og svona litla skriðdreka, svona ónýta og þeir eru fullir að sprengjaefni þannig að þeir eru svona bara svona kraftsprengja allstaðar annarslagið, bara svona eftir hendisemi einhvern veginn. Fjarstýrðarsprengjur. Í fjarstýrðarsprengjur. Þetta löglegt, alveg fullkomlega ólöglegt, ekki algjörlega í trási við alþjóðalög, en það breytir engu. Það bara breytist ekki neitt. Það eitt svar að skrifa það að Ísraelsmenn væru hættir að hafa fyrir því að neita því að það væri fyrst og fremst óbreytti borgari sem væru myrtir og þessi frétta úttekt að snýst það. Og þeir eru hættir andmælaðir umverulega. Og það líka verið að fjalla því fleiri ríki sem að viðurkenna Palestínu því harðari verður sókn Ísraelsmanna og það verið svara línan að eftir því sem að andstaðan við þjóðamorðið háværari eða meira ábyrrandi því harðar ætlar að ganga fram eins og stendur í opinberabókinni djöfullin hefur stigið fram og hann veit hann hefur nauman tíma eins og stendur í opinberabókinni. Já, þetta einnig sagt Pútín líka að eftir Alaskafundin þá sé hann að þreifa sig áfram bara með öfum formerkjum en þetta Það er dregið ályktanir að Bandaríkjamenn myndu ekki styðja Úkraínumenn til lengri tíma en það sem sömurinn hefur komið í ljós en ég veit ekki hvernig Netanyahu metur þetta eiginlega. Það var sagðar fréttir að því, ég man ekki hvort við sögðum frá því hérna fyrir helgi en það svona alls konar áætlanir, ég meina þeir eru alltaf að segja okkur hvað þeir ætla að gera við Gaza. Það hérna að ryðja öllu og einhvern veginn og búa til svona fastegna paradís. Það sem kom fram, utanríkisráðherra Ísraela sagði ég skipta þessu á milli Ísrael og Bandaríkjanna þessu svæði. Bandaríkjanna hafa ekki brugðist við þessu en Ísraelar hafa, eins og ég sagði, alltaf verið að segja okkur allan tíman hvað þeir eru og hafa í hyggju. Þannig að ég held að sé ekkert ólíklegt að þetta sé það sem og svona í kortunum. Þessi samningur á milli Bandaríkjanna og Ísrael að skipta á milli sín Gaza. Akkurat. Þess vegna eru ríkisstjórn Trump að styðja þetta. Það eins og löndir að samþykkja þetta, frakkarnir voru að samþykkja þetta bara verið í dag sem að þeir lýstu yfir viðurkenndu Palestínu sem sjálfstætt og þá voru margir víða land sem voru að flagga svona við ráðhúsin. En það bannað í Frakklandi. Það bannað að veifa palestíska fánunum. Þau lög eru ennþá í gildi. Akkurat. Þannig það svolítið svona gengur ekki alveg upp hjá þeim. Það eru svona margir svona, hvað við segja, svona borgarfulltrúar það eru þetta svona mörg svona borgarstjórnar batteri í París, svona stór. Við ræddu það í dag, einhverjir að þeir væru búnir að vera í trási við lög að flagga, en fögnuðu því að þetta væri kannski breytast í dag. Það frakkar eru viðkvæmir fyrir gyðingandús, löng saga þar í landi og alltaf mikil vakt á þessu. Þannig að þetta bara svolítið undarlegt að það vera að samþykkja viðurkenna landið. Það má ekki flagga flagginu. Á svolítið erfitt með þetta samt. Það er einhver ljóspunktur í því að öll þessi ríki skuli vera að viðurkenna tilvist Palestínu en það er líka eitthvað svona undarlegt við þetta. Maður velti fyrir sér hvort að þetta sé bara svona sjóf, hvort það sé líka eitthvað að baki, ég meina eins og Bretar ætli að viðurkenna frjálsa Palestínu og styðja fullvalda ríki en halda svo áfram að moka vopnum og leyniþjónustu gögnum einhverjum í Ísraela þá skiptir það engu máli. Það var eitthvað svona kaldhæðin skopmynd í bresku pressunni sem var það að nú ætlaði að fara að varpa mat á eftir sprengjunum. Það verið að tala tvískilningin í ríkisstjórn Keir Starmer. Er það frétt frá stjórnarráðinu? Þarna eru forsætisráðherra og utanríkisráðherra sitja saman á allsherjarþinginu. Já. Ég veit ekki
hvað fólki finnst hvort það upplifir það það ekki þannig að Ísland sé einhverju forystu í þessum málum. Nei, alls ekki. Og maður velti fyrir sér sko því að það talað að við kynum aftur að Pútín sko að hann sé að augra NATO núna með að testa drónaflug í Póllandi, fljúga þarna yfir til nágrannaríkis og vélum og svona að sko hvað í gangi þarna. 1,5 ár síðan Alþjóðadómstólinn í Haag kemst að sömu niðurstöðu og þessi undirstofnun Sameinuðu þjóðanna kemst að núna, hvað var það þjóðamorð. En hvað er Ísrael að testa núna? Er þetta ögrannir eins og hjá Pútín? Og hvað erum við að gera? Hvað er heimurinn að gera? Það er að fjölga löndum eins og við erum að ræðum sem sameinast gegn Ísrael og tölum þjóðamorð. En hvað er verið að gera? Það sýna, ég tók kort af heiminum. Grænt eru þeir sem hafa viðurkennt Palestínu og það er náttúrulega bara allur heimurinn fyrir utan Bandaríkin og svo það, ef þið eru að skoða þarna, það sjáum við að Ástralir eru búin að viðurkenna það en ekki Nýsjálendingar. Það er ekki Japan og Suður Kóreu, þetta er svona þekktir bandamenn Bandaríkjanna og svo er þarna Myanmar og Kamerún, ég kann ekki þá sögu á bakvið það og þarna í Mið-Ameríku sjáum við að það vantar þarna Panama og einhverja svona land og svo er það Mið-Evrópa, það er Þýskaland, það er Ítalía, það er Danmörk og það er Finnland sem eru og Eystrasaltslöndin sem eru mjög háð Bandaríkjunum upp á vernd, þau treysta á því að Bandaríkin verji sig fyrir Rússum, treysta ekki á Brussel og annað slíkt. En þetta er megnið af heiminum sem eru þarna komið með. Það má kannski segja frá því að Mahmoud Abbas er að tala núna á allsherjarþinginu og hann talar hann talar gegn Hamas mjög skýrt og hann talar að krefst þess að þeirri afhendi hinum svona sönnu yfirvöldum Palestínu vopn sín og sleppi gíslunum og svo hægt sé að koma inn bara hjálpagögnum en þetta er svona tónn, hann er svona farin að tala kannski aðeins meira svona inn í alþjóðasamfélagið, kannski farin að tala svona aðeins svona skaplegar, ég veit ekki. En á sama tíma er Ísrael að tala að taka röfulega bara yfir Vesturbakkann. Já. Sko, maður heyrir stundum innan úr stjórnarráðuna Mette, sko, sé svolítið fyrirmynd Kristrúnar Frostadóttur. Í útlendingamálum. Já, í útlendingamálum. Og ef það er svo, þá er kannski það eitt af því sem skýrir af hverju við höfum ekki öflugri forystu. Herru, en ég ætla að skjóta inn einu frétt því að ég heyri að voru nokkri miðlar að dragað upp hvað merkir þetta að það séu viðurkennt. Og það voru komið lögspekjendingu komið það og það er pólitísk ákvörðun sem ætti að hafa afleiðingar. En ég held að við getum sagt nú af reynslu, það var ekki 2013 eða 2012 sem að var Íslendingar viðurkenndu. Jú. Þegar Össur var utanríkisráðherra. Ég held að það er ekki svo mikil munur á okkar afstöðu gagnvart þessum málum heldur en þeirra sem ekki höfðu viðurkenndu, þannig að ef það er eitthvað svona veiga mikil munur þá reyndist það ekki vera í okkur. Og ef að maður ætlar að vera alveg ofboðslega svona, ég veit ekki, horfa á þetta mjög svona flatt og kalt og þá einhvern veginn skiptir það í rauninni einhverju máli hvað vestræn ríki Sameinuðu þjóðirnar að þau viðurkenni tilvistina og réttin til eigin og til lífs á eigin landsvæði. Það er svolítið svona ég á alltaf svolítið erfitt með þetta. Danirnir, að því að þú nefndir Mette að Lars Løkke er utanríkisráðherra og hann var í Berlínske. Hann var að tala að Danir eru til í að viðurkenna Palestínu sem ríki með ýmsum skilyrðum og það er að Hamas skili gíslum, að Hamas komi ekki að stjórn landsins, að það liggi fyrir, ég veit ekki hvernig orðað það sko, það liggi fyrir stjórnvöld sem eru friðsamleg og framfara sinnuð. Ég veit ekki hvað það fyrir Danina. Nei, þetta er svolítið bara svona imperialist. En þetta er það sama sem að Ísrael hefur sagt. Hann er bara algjörlega að búktala Ísrael. Já. Með þetta líka hjá Guðrún Hafsteinsdóttur sem var í viðtali hjá Sonum Egils í dag. Já, mögnuðu viðtali. Hún sagði eiginlega að það voru frumskilið værið að gíslanum verið sleppt. Var eiginlega með kröfur Ísrael svipað og Danir eru með. Þannig að
Qassam Brigade sem svona einn vængur uppreisnarinnar á Gaza-svæðinu sendi frá sér myndband í dag af það sem sjá mátti Gísl einn þeirra sem voru eftir það sem hann biðlaði til Bandaríkjanna að hætta styðja Netanyahu og hans stefnu því að það væri það sem væri raunverulega að drepa Gíslana. Það er erfitt að leggja mat á hvort að Gísl sé að segja sína skoðun maður veit ekki. Það svona, maður eiginlega með byssu og... Já, en ég veit ekki, auðvitað vill þessi umgengnismaður komast í burtu og ég get alveg ímyndað mér að hann sé farin kannski að sjá þetta svona. Herðu, ég er með fréttir úr ítölsku pressunni. Þar voru verkalýðshreyfingin boðaði til verkfalla og mótmæla. Þetta, held ég sé frá Mílanó þessi mynd, þetta er eitt blað og svo erum við með annað blað, La Stampa líka. Það sem eru svona fleiri myndir. Þarna er verkalýðshreyfingin og almenningur í Ítalíu að reyna að knýja á að Ítalir viðurkenni Palestínuríki. Já, við þurfum einhverju svona sterkar aðgerðir á landi held ég líka til þess að þrýsta okkur eigin stjórnvöld það er ansi margt sem þarf að gera það er algjörar viðskiptaþvinganir og annað. Nú það er 2 vikur síðan að Þorgeir og Katrín kom fram og talaði að þessi hlutir yrðu skoðaðir, það hefur ekkert gerst í framhaldinu. Hún kom með eitthvað sem var bara mjög veiga litlar aðgerðir. En ef við höldum fókus á verkalýðsfélögunum hér þau tóku þátt í þessum laugardegi, langflest. Þau gerðu það. Það var einhver dæmi verkefnisfélög sem höfnuðu eins og hjúkrunarfræðingar og ljósmæður held ég. Já, með vísan til einhverja ályktana félag, já. Það var hann ASI og BSB og Efling sérstaklega og alls konar félag sem hafa komið. En þá voru lagðar fram kröfur, en ríkisstjórnin eiginlega við komumst að þeirri niðurstöðu að ríkisstjórnin hefði eiginlega gefið þeim fundum bara langa fingur eins og sagt er. Já. Herðu, en það var frétt að það er ekki hægt að hlusta á tónlist Bjarkar í Ísrael? Nei, Björk hefur nú áður sýnt Hugrekki og Prinsip og maður er náttúrulega bara stoltur á henni. Já, Massive Attack byrjuðu, tóku allt sitt út og meðal annars á Spotify og svo í öllum veitum í Ísrael og ég Björk auðvitað tengist þeim vinaböndum, þannig að þetta er bara svona virkilega flott. Er hún ekki risastór ennþá? Getur ekki svona ákvörðun haft ruðningsáhrif? Jú, Björk er algjör superstjarna. Hún er mikið áhrifavald. Þótt að hún kannski músíkinn seljist ekki eins og var aldamótin. Þá hefur hún mikið áhrifavald og hún er ótrúleg stjarna. Hún er einn af fáum manneskjum sem eru til bara sem Björk, eins og Elvis og Madonna. Það er ekki margir sem komast upp með þetta og Bono og Trump. Ok. Herðu, innanlands var eiginlega skemmtilegt að fréttin var tilsvar Ingu Sæland í þinginu. Það sem að Snorri Másson var að skamma hana fyrir að hafa látið beygja sig gagnvart bóku 35 sem hún taldi að væri brota á fullveldi Íslands og látið snúa sig niður og hún svaraði bara blessunar að hefðum skiptur skoðun í þessu máli. Já, og svaraði með alltaf góðum snúningi. Ég held hún hafi svona kitlað aðeins hjörtu margra í dag sem að hafa kannski saknað, gömlu góðu Ingu bara frá því að hún lét vaða. Hún sneri vörn í sókn með því að í rauninni hjóla í málflutning miðflokksins sem alltaf talar skerðingu réttinda og talar bankana og vaxta og krið og hvort að bókunin geti ekki snúið þeim veruleika. Hún fullyrti það að það mál sem að Neytendasamtökin hafi verið mikið af bönkunum að þeir hafa verið að okra á fólki, að svo fólk hafi verið beitt undir það að gangast undir ykkur vaxtakjöra sem að vissir ekki hverju vextinir eru á endanum. Að þetta fólk væri vendað í Evrópurétti með þessum, en ekki samkvæmt íslensku lögum. Og þetta væri dæmi það sem að Evrópuréttur færði almenningi meiri réttindi heldur íslensku lög. Og er það ekki pólitískt alltaf svona áhugavert og sýnir ákveðið hugrekki að ráðherra í ríkisstjórn tali illa íslensku bankana eins og hún gerir? Jú, ég held að náttúrulega... Það er ekkert að hvernig... Það er ekki bara Neytendasamtökin sem að fór í þetta mál, heldur líka VFR undir forystu Ragnar Þórs Ingólfssonar og hann er nú þarna með henni í þingflokknum, þannig að hún á að geta sótt upplýsingar stöðu þessa máls. Mér fannst hún eiginlega bara að snúa Snorra Másson svolítið niður. Hann átti ekki vona á þessu. Og ég fagna því að sjá stjórnmálamann bara breytum skoðun vegna þess að hún kynnti þessi málin og sér þau öðruvísi. Við rættum þetta aðeins, svo ég vitna aftur
í, þá var hún Nanna Gunnlaugsdóttir, þingkona Miðflokksins var og var meðal annars rætt bóku 35, hvort þau ætluðu að vera með málþóf og mér heyrðist á henni að þau ætluðu að gera það. En hún tók undir það þegar var bent á það að sjálfsagt verið hægt að finna einhvers staðar sem að íslensk lög væru gæfu almenningi meiri rétt, en það væri líklega fleiri dæmi það að Evrópurétturinn gæfi fólki meiri réttindi og þannig að íslensku lögin væri náttúrulega skerða. Og hún sagði að það verður mjög mikilvægt að greina þetta, þannig að við getum bara fengið listan og séð hvernig þetta Hafa þau ekki haft tíma til þess? Það er engin tíma til þess. Kannski þetta orðskak í þinginu núna til þess, því að þau hefur við rétt á því, við erum bara þurft að hlusta á þetta bóku 35 núna í 8 ár eða guð maður veit hvað lengi og aldrei komist að raunverulegu erindi málsins. Og kostulegt daginn þegar þau vildu fá prentaðar, það var ekki búið að prenta út ræðurnar, að það lá ekki fyrir í síðasta málþófi og þau þurftu endurlega að fá þeir í Miðflokknum til þess að átta sig á því hvað þau hefðu sagt. Það er líka til að endurflýta. Og líka, já. Borgþór hefur sagt að hann ætla að flytja allar ræðurnar aftur, óbreyttar. Herðu, er frétt úr Morgunblaðinu. Það eru 2 sem að kusa ekki Þorgerði sem formann. Það er Þorgerður óumdeildur leiðtogi síns flokks. Sama má segja Kristrúnu, sama má segja Ingu, sama ekki hægt að segja Guðrúnu Hafsteinsdóttur, sama alls ekki hægt að segja Sigurð Inga, en sama hægt að segja Sigmund Davíð. Já, var nú áhugavert að heyra í þessum 2 sem að kusa ekki Þorgerði. Hvað? Bara svona. Það sé gefa þeim rödd. En ef ekki að segja að þetta sé nú kannski sumpart skárri lýðræðisluti menningar Sjálfstæðisflokksins að vilja bara kjósa forystu alltaf og í Sjálfstæðisflokknum? Já. Jú, við rættum þetta svolítið í gær og hefðin hefur verið svo og þannig var ég alveg upp og þú alveg upp. Það væri bara í eðli Sjálfstæðisflokksins, það væri þannig félagslega þroskað fyrirbrigði að það væri hægt að kjósa. Og svo þegar það verið búið að velja að þá væri flokkurinn einarður á baku nýri forystu. En ég sagði Benti Guðrún á það að hún var líka fyrsti formaður sem ekki hefði notið þessa. Því það er mér finnst að vera mjög áberandi frá því hún var kosin að það er eiginlega engin fríður í flokknum. Hún veit það örugglega manna best. Og þessum er náttúrulega að grípa til aðgerða og raði í kringu sig stjórn sem að er samhendari heldur en að hún getur ekki alltaf verið að sækja vinnu við alla sem hún er að tala við. Herðu, en að því við erum að tala Viðreisn, þá langar mig aðeins að fara yfir í svona geðheilbrigðismál. Já. Af því það var nú eitt af kosningalofurðum Viðreisnar að laga það og sérstaklega geðheilbrigðismál barna. Násuðu þetta var faðir sem að skrifaði Já, Hávarður Máni Hjörleifsson, svipti sér lífi 2. september. Faðir hans skrifaði mjög kraftmikla færslu á Facebook í gær og hann var dreift víða. Langa sögu af þessu langveika barni. Já, þetta virðist hafa bara verið bjartur og góður drengur sem að glímdi við erfiðleika í skóla og svona fittaði ekki í ramman, svona fjall á milli skips og bryggju í skólakerfinu. ADHD, byrjar það aðrilestur og svo vindur þetta upp á sig og hann orðar þetta svo vel fyrst mér þegar hann segir þetta þegar krakkarnir fara að keppi að vera besti að vera verst og ég nefnilega tengi svo við þetta sjálf sem úlingur, þá var ég þarna en það er ljóst að það vantar einhver úrræði. Hann talar einmitt hvað kerfið er vanbúið til þess að taka á tilviki eins og þessu. Þess að mann er ekki nógu veikur til þess að vera eiginlega lokaður inni. Akkurat. En ekki nógu heilbrigður til þess að tolla í skóla eða. Einmitt og mjög sláandi það sem kemur fram í færslunni að hann er 20 held ég þegar hann tekur sitt eigið líf. Já. Hefur aldrei áður reynt að skaða sig og ég held að hann hafi skrifað hann vildi lifa og óttaðist dauðann og það er það sem er sorglegast í þessu máli. Já, og ég held að það er auðvitað oft þannig þá er þetta svona stundabrjálæði sem að rekur fólk áfram í sjálfsvíg fram í sjálfsvíg en það er. En færsla fjallar ekki það. Nei. Færsla fjallar bara margra ára baráttu við að fá einhvers konar þjónustu, einhvers konar hlustun og aðstoð út úr þessu kerfi. Og það eru bara margir foreldrar langveikra barna sem að upplifa það sama. Og það gleymist ofta að þessi börn sem er að glíma við fíknivanda og geðraskanir eru alltaf bara langveik börn. Við erum kannski auðveldara með að styðja foreldra sem eiga líkamlega langveik börn. Þetta eru
og þetta gríðarlegt álag á fjölskyldunar. Já. Og þessar brotalamir sem að einskorast í þessu tilviki kannski ekki við stærsta hópin í samfélaginu, en náttúrulega bara skelfilegt hvert og eitt svona tilvik, að brotalamirnar virðast sko vera að ná út allt. Það hérna á sama tíma og við erum alltaf að tala hvað við höfum það gott, þá eru samt sko þessi brestir í innviðum og brotalamir og þetta úrræðaleysi og geturleysi til að bregðast við til að bregðast við, þetta alltaf að færast víðar og víðar. Umboðsmaður barna var að benda á að það hefur tekið alltaf langa tíma að rannsaka brunan og stuðlum. Já, það nú eitt. Stuðlar voru lokaðir og það ekkert komin inn lausn á því og það bara mjög langt síðan það gerðist. Nei, tveir starfsmenn þá með réttarstöðu sakbornings og einn fyrir vistmaður, vist barn sem það ekki bara. Þetta bara skelfilegt ástand og þetta auðvitað bara enn eitt dæmi hversu lamaðir allir okkar innviðir eru. Hvað í ósköpunum erum við að gera? Hvað sjáum við árangurinn af kosningalóru Viðreisnar, af velsældarlögunum sem hingað voru sett? Mér finnst við búið að vera að tala að sé búið að taka ákvarðanum að breyta þessu. En ég get ekki bent á það hvað það er. Nei, eitt dæmi ensku konu nauðgað, hrædd við ofbeldismanninn, bíður eftir að hann fari í fangelsi, það ekki pláss í fangelsinu, hann sækir náðun og það núna næsti hnútur í maga. Þetta var ekki svona, Smári, þegar við byrjuðum í blaðamennsku. Ég meina frétt frá RÚV sem Kleppur verður ekki lengur Kleppur. Þarna eru hugmyndir, ég held þetta síðan bara hugmyndir hjá stjórn Landspítalans að byggja við Borgarspítalan nýtt geðsjúkrahús. Því að eins og allir vita held ég að þá ekki gert ráð fyrir geðdeildin í nýja Landspítalanum. Það eru alls konar deildir en það ekki geðdeild. Það gleymdist, segja sumir. Nei, það nú ekki. Nei, ykkur sagði það. Ég trúi því alveg svo. Nei, hún ekki þarna. En það það sem að Landspítalinn segir að hann vil byggja þarna við Fossvoginn, við Borgarspítalann, gamla. En það verður hins vegar bráðamóttakan verði inn í það sem að Landspítalinn er. Og Kleppur mun þá leggjast af. Og Kleppur víða. Og svo var ég með frétt þarna líka 13 konur hafið samband svo að nauðgarinn fer í fangelsi sem að tengist því sem þú varst að segja, Björn. Já. Og sem svona dæmi eitthvað svona niðurbrot á einhverjum svona grunnkerfum. Þú veist, fangelsiskerfið okkar virkar ekki, geðheilbrigðiskerfið virkar ekki. Þú veist, ef þú sleppur þarna inn þá virkar það sko. Þú veist, það vita allir sem hafa farið og fengið heilbrigðisþjónustu á Íslandi að ef þú kemst að þá verða fyllast allir miklu þakklæti og dásama sko fagmennskuna sem þú hittir og hvað umönnuna stéttirna, hvað fólki fórna sér við að vinna þarna mikið og sinnir okkur vel. En kerfin eru samt sko brotin fyrir þá sem að bíða í biðröðum. Eins og þú segir, niðurbrot á grunnkerfum og vantraust og fólk sjálft einhvern veginn að taka málin í sínar hendur, samanber þessar konur. Ef að kíkja á næstu frétt. Já, það var þú ert með heilbrigðiseftirlitið, ekki hægt að hringja heilbrigðiseftirlitið, hvað þýðir það? Þetta er mjög áhugaverð frétt hjá mér. Hún var á forsíðu Morgunblaðs í dag. Og þarna segir frá sem sagt einstaklingi sem þykist vera eitthvað annað en hann er. Og hann ætlar að kanna þjónustukerfisinn sem að mikið hefur verið talað að sé allt og hæg og tólbita. Já, hann má segja þetta og talar inn í þetta vantraust og inn í þessa innviði hins opinbera sem að mörgum finnst að veit ekki lengur þá þjónustu sem áður var. Og hann rekur sig allstaðar þessi aðili á lokaðar dyr þegar hann þykist vera að stofna eitthvað fyrirtæki. Hann næri ekki í neitt, það ekkert að ná í síma, tölvupóstum ekki svarað. Og þetta er saga sem ansi margir segja. Og ég ákvað að segja nokkur orð þessa frétt hér í kvöld vegna þess að ég held að mig í sumpart yfirfæra þetta á margar aðrar opinberar stofnanir. Við sáum til dæmis við höfum séð hjá Hafró. Þar nær maður aldrei í nokkurt mann. Ég geti nefnt tuga fleiri stofnunum þar sem afgreiðslutími hefur verið styttur mjög. Síma skiptiborðið sem var, það er bara farið eða eitthvað svoleiðis. Og mér finnst stundum sko að þessuna langaði mig til þess að leggja aðeins út af þessari frétt. Mér finnst stundum eins og að sko við erum með svona ofstopafulla orðræðu. Ríkisstarfsmenn eru frábærir
og einkaframtakið er ógeðslegt og brútalt. Þetta mæti, sko, það eitthvað til í því sem báðir aðilar segja, að opinberum stofnunum og starfsanda og þessari ábyrgð að ríkisstarfsmenn séu þjónar almennings. Þarna hefur orðin hnignun samanber tugadæma sem blaðamaður eins og ég hef fengið upplýsingar En heldur þetta ekki bara við tryggingafélögin líka? Hefur reynt að fá tryggingafélögin til þess að borga tryggingu? Þetta á sannarlega við þau, en það aðeins öðruvísi Ég verið að tala þetta sín að það getur dreift samstöðinni. Ég næði engu sambandi við félögin. Nei, það svo margir sem segja þess að sögu. En ef ekki að segja að opinberi starfsmenn hafi aðra skyldur. Og svo reynt í heilsuveru þá komið svona smá gervigrind að svara. Það var alveg ég hef átt að geyma það samtal. Það var alveg ævítýralegt hvert þú fór. Já, það svo áður en þú fær tíma, það ekki? Þá þarftu að tala við gervigreindina og svo ef að gervigreindin samþykkir þá ertu sendur á hjúkrunarfræðing, þá ertu að tala við hjúkrunarfræðing í gegnum netspjalli og svo færðu símtal eða tíma. Þetta oft svona, það allir komnir yfir svo varni maður kemst aldrei að neinu. Algjört svona bunker mentality og það ekkert langt sín í vann og opinberri stofnun. Og ég sá bara hnignunina frá ári til árs. Berða aðeins með þér ennþá verið að segja. Við fyrir ekki að vera þetta. Moggja var líka meina frétt. Olíustöðin verður til 2050. Ég alltaf hissa að sjá þess tanka þarna. Ég bara alltaf hissa að þetta sé ekki farið. Sérstaklega þegar maður að keyra Tryggvagötuna og þeir keyra öll olía keyrð þarna í tankbílum. Í gegnum alveg ótrúlega þrönga þarna rétt hjá þarna sem Skeifanir, það sem núna hamborgarabúla Tómasar. En þetta var bara að vera þarna. Andri Snær birti einhverja forsíðu af tækifærum Íslendinga til þess að bjarga heiminum umhverfislega með fyrir einhverjum áratugum og við höfum undrast olíuumræðina núna á Drekasvæðinu og nú kemur enn ein frétt sem að geti bara verið skrifin 1950 en ekki 2025. Hörðu, Guðmundur Ingi Kristinsson, menntamálaráðherra, hann var í Kastljósi með það standa sig bara vel, kallinn. Hann var oft fundið af honum alls það sem hann kemur. Ég er mjög hrifin af honum, einhvern veginn. Og mér finnst var að útskýra þetta með að búa til svæðisskrifstofur fyrir framhaldsskólana. Og það eru mann ekki 26 framhaldsskólar á landinu og hann vil hafa svæðisskrifstofur og hugmyndin svo að taka frá skólastjórunum svona fjármálaskyldur og svona rekstrarlega skyldur þannig að sé hægt að hafa svona rekstrareiningar sem að sjá það þannig að skólastjóri geta einbeitt sér að því að vera fremstur með jafningja meðal fagmanna. Mér finnst þetta bara, ég man eftir að vorum að tala skólamál fyrir einhverju síðan og vera að tala hvernig skólastjóra hlutverkið hefur verið breytt með því að það kallinn sem að skaffa peninga hann stjórnar úr öllu þannig úr ráðuneytinu en hann alltaf að gera kröfur skýrslu og eitthvað fleira þetta saman læknandi segja þeir sita orðið allan daginn að svara einhverjum Excel-skjölum frá einhverjum viðskiptafræðingum eða einhverjum MBA-mönnum sem hafa komið út úr öllum þessum háskólum og komast bara ekkert í því að stýra skólunum sínum. Þannig að mér finnst þetta frábært að hlusta á mannin segja þetta. Ég er sammála, hann talar fyrir valddreifingu, hann færir valdheim í hérað. Já, og láta skólastjóri geta einbeitt sér að því að vera bara fagmaður. Og hvað sem á mann segja þennan ágæta félaga, þá er hann með einhverja sín. Hann er með einhverja pólitíska sín. Mér finnst það standa sig mjög vel í Kastljósi í dag. Herðu, það sama verður kannski ekki sagt Nigel Farage sem var að kenna útlendingastefnu sína fyrir reformflokkinn eða endurbótaflokkinn í Bretlandi. Það náttúrulega allir, þetta er önnur frétt. Já, það vantar hana kannski. Hún var úr The Times. Ok, hann var að kynna það og þar hann að gera ráð fyrir að 100.000 manna verði vísað á landi af þeim sem eru með dvalarleyfi og hafa rétt á það, hann ætlar að hreinsað út. Það verður þannig að það var engin bætur nema breskir ríkisborgarar út úr svona bara leigubætur eða við getum talað hitt og þetta. Og svo eru núna allir kemur hún og það eru allir að svara þessu núna aðrir flokkar og fleira og finnst þetta að vera mjög gott stefna. Við höfum stundum talað þetta að þessi flokkar koma alltaf með svona harðar aðgerðir þeir eru mjög gjarnir á að segja ekki nákvæmlega hvað ætla að gera þess að stundum stenst það ekki skoðun og það sem er verið að boða þarna ég held eftir að koma í ljós þegar menn fara að greina þetta á næstu dögum það er eiginlega svona álíka áfall og Brexit var fyrir breskan efnahag þetta verður bara svona högg á breskt efnahagskerfi en
Ég meina, hvað ætla maður að gera? Sko, London henni haldið uppi af innflytjendum, algjörlega, gjörsamlega, með öllum hætti. Svipað hér bara sjúkrahúsunum, barnagæslunni, byggingabransinn. Ég sé þetta ekki gerast, þannig ég meina, þetta samt ágefni hvernig þessir öfgahægri menn eru farnir að boða útlendingahatur sem einhverja pólitík. Það orðin vandinn við það náttúrulega aðrir flokk að taka það upp. Já, það alveg saman því. Þetta fær hljómgrunn og þá fara aðrir flokkar eins og þú nefndir Metti og ég meina samfélkingin hefur verið Kristján Frostadóttir tala bara beint inn í þetta. Þingi núna eru allir sammála stefnu Jóns Gunnarssonar í útlendingamálum. Akkurat. Það engin andstæða við því og ég held að sé ekki svona sannfæring inn í samfélkingunni. Þeir telja sig bara þurfa að gera þetta til þess að tapa ekki atkvæðum, að þeir eru hræddir til þess að taka hennar slag og þá koma menn að mótmála og segja það bara vaxandi tilfinning fyrir að grunnkjörin okkar séu að hrynja og við ekki sama öryggi var í samfélaginu var áður og svo bendir hægrið á innflytjendur en það engin sem raunverulega bendir á það hver raunverulega vandinn. Þannig að þau fara bara inn og sætta sig við það og smátt eru við komin að byrja að ræða pólitík út frá sjónarhóli Nigel Farage. Það var ágætt hjá Helgu Völu á málþingi innflytjendamál og útlendinga og landamærin helgina að hún bendi á að fyrir áður en fólk ákvað að sameinast þessa ógn að vera á móti innflytjendum og útlendingum af því að það virðist vera í eðli mannskepnunnar að þurfa alltaf að finna sér einhvern ímyndaðan óvinn. Veikan. Já, veikan. Að áður en það var, þá voru það öryrkjarnir og hún var að rifja upp þessa tíma þegar öryrkjar voru hundeltir og einhver svindlnappur átt að vera þú þurftir ekki að klaga öryrkjarnir í næsta húsi fyrir að vera svindla bóta. Sömu ræðurnar í þingi að öryrkjar vera grafið undan kerfinu og vera svindla. Já. Hún hefur sagt þetta áður. Innflytjendur. Hún hefur sagt þetta held ég áður en Helga Vala en það alltaf ágætt að rifja þetta upp. Við ætlum að sýna þessa eftir fréttatíman rauðaborðið og eftir það sýnum við upptöku frá þessum fundi sem var á laugardaginn í Þjóðminjahúsinu. En frétti sem var að læra sig inn áðan að Sara Sultana sem einn af svona fórustumönnum í undirbúningjastofnun nýs vinstriflokks í Bretlandi. Hún gerði allt vitlaust í síðustu viku með því að senda út á þá sem höfðu skráð sig sem stuðningsmenn flokksins sem eitthvað yfir 750.000 manns og var að innheimta félagsgjöld þannig að vera færa það nærði að fólk væri félagar og þá reis Corbyn og svona hópur í kringum hann. Þetta er mismunandi hópar sem eru að reyna að ná og byggja upp stjórnmálaafl meðal annars út af uppgangi reform eða umbótaflokks Nigel Farage og telja það að vera sína skyld að gera það. En það var allt vitlaust þarna og mjög fljótlega þá var hver hendun upp á móti annari. Corbyn var ósáttur við Sultana og svo kom hópur fólk sem að kalla þessi flokkur kallaður Your Party eða þinn flokkur. Það var hópur sem að reisa upp sem að sagði Our Party eða okkar flokkur. Vildi að þau færu öll í burtu. Allir það eru þarna inn í þessum hópi eru 5 þingmenn sem að buðu sig fram óháða eins og Corbyn gerði. En svo líka Sultana sem að flóttamaður úr verkamannaflokknum. Það vildi það fá alla í burtu. Þannig að gríðarlega átökun í þessum hópi og ég með Novara Media. Það gaman að vera að vitna í Kanari og Novara Media sem svona vinstrisinnaði miðlar. Þarna einhver að skrifa Michael Chesham sem að segir að það verið að hætta öllur í svona fóringjadýrkun og þetta að vera svona fullkomni grasrótaflokkur. Ég held að ég eftir að verða svona átökarninni en líklega verður flokkurinn stofnaði svona snemma í nóvember og það verður gaman að sjá það. Hann ekki mældur í könnunum, þannig að það erfitt að segja. Það hefur verið spurt, getur hugsaðar að kjósa hann? Sem náttúrulega ekki góð spurning, sko. En 20% segja já við því. En það bara svona svipað og segja, getur hugsaðar að það væri bacon í morgunverðarborðið? Það ekkert víst úr borður það, sko. En í þessu sambandi dettur mér í huga, við vorum nú fyrst á samstöðin að segja frá því að Píratar hegðust breyta lögum til þess að Píratar hér á Íslandi, til þess að taka upp formanns- og varaformannsembætti. Og svo varð hálfgerðvist það helgina. Lagabreytingi var samþykkt. Og þegar ég fékk hann Björn Leví til þess að bera þetta undir og spurði hann meðal hans hvað orðið að gömlu grasróttunni sem fyrirleit leiðtogaræði og allt það. Þá sagði hann bara að tímanir hefðu einfaldlega breyst svo mikið að það liggur svo mikill þungi á forystunni, á leiðtoganum og við getum haft okkar skoðanir á því en sennilega þetta bara rétt hjá honum.
Sjáum til með það. Ég ætla að tala við hann Guðmund Auðunsson sem hagfræðingur og býr í London og svona fréttaritari samstöðurann í London. Ég ætla að tala við hann þessi átök inn í nýja vinstriflokknum í Rauðaborðinu. Ég með graf skoðanakannanina þegar við erum að tala það. Þetta nær mjög langt aftur. Þetta nær þið sjáu það ein lína það er þegar Keir Starmer tekur við. Þið sjáu að verkamannaflokkurinn hann nýtur þess að íhaldsflokkurinn var að tapa fylgi. Það er rauða línan hann uppi. Já, Rishi Sunak var fyrst og svo Keir Starmer. Svo er kosið og þá mjög hratt hrynur fylgið af verkamannaflokknum og íhaldsflokkurinn heldur áfram að tapa fylgi og umbótaflokkurinn rís upp. Ég sjá að græningarnir að rísa aðeins þarna upp, það er komin ný forysta. Þannig að þetta er svona langvarandi breytingar í bresku stjórnmálum, þar sem að stóru flokkarnir eru eiginlega að tapa sem er kannski saga og kannski hún líka að gera þetta á Íslandi til dæmis það er bara einn gamall mjög endurnýjaður flokkur í ríkisstjórn hittur allt eftir hrunsflokkar Viðreisn og Flokkur fólksins og flokkarnir sem eru gömlu flokkarnir í VG farið að þingi Sjálfstæðisflokkurinn er í mikilli kreppu og Framsóknarflokkurinn er aldrei staðið verr þannig að fjórflokkurinn á Íslandi gamli hann er alveg í sama vanda og verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn í Bretlandi. Það hefur verið að stefna að prófkjöri mögulega á samfylkingunni í borginni. Já. Dagur hætti. Ég tók eftir því daginn þegar það Ríkisútvarpið á öllum miðlum var nú að flytja svona algjörlega slúðurfréttir af andrúmsloftinni kringum borgarstjóra eftir það að hver aðstofamaðurinn og fættur öðrum, hann flytur sig að það kom henni engin til varnar. Það var engin inn í samfylkingunni sem að kom henni til varnar. Svona að hún væri á óskoraðu leiðtogi eins og fólk hefði varið dag á sínum tíma. Akkúrat. Þegar ég fæði skjóta inn, það var að berast frétt að Kastrup hefur verið lokað vegna dróna. En enga flugvél að fá að lenda að taka loft frá Kastrup-flugvelli í Kaupmannahöfn sem stendur til vegna dróna sem sáust yfir vellinum. Þetta er grunur eða áhyggjur að þetta sé eitthvað óvinveitt og þá mögulega rússar. Eistland í gær og Danmark í dag. En hvað haldið að Heiða verði valin sem? Nei, ég held ekki. Og hver eru þá? Það veit ég ekki. Ég veit ekki hvort við megum sjá myndina hann aftur að þannig eru eiginlega borgarstjórnar fulltrúarnir. Það er ekki Skúli eða Sabín það getur verið. Ég er svona á Skúli Helga. Ég held að segja enginn að þessu. Ég myndi að segja það. Ég held að segja enginn að þessu. Og ekki Heiða? Nefnt segir það. Og ekki Heiða? Jú, eða Heiða. Og þá byggir það á því að hún hafi bara ekki nógu mikið traust inn í flokknum sjálfum. Já, ég held það. Men það er vandamál að finna frambjóðendur sem öllum líkar. Ég er með frétt frá Boston Globe þar sem að Demókratar reikna með því að vinna kostingasigur 2026 ef þær kostingar fara fram. Ég heyrði mann segja þetta í alvörunni, í alvarlegu fréttum, í bandarísku fréttum, sem sagði ef þær kostingar fara fram. Og þá var það hugmyndin það að Trump væri búin að koma í þannig fyrir að það yrði ekki kosið. Nú eru þeir að leita demókratarnir að einhverju svona svolítið gæjalegum, svona alþýðlegum köllum sem eru svona helst tattúraðir og á stuttbuxum. Og ég það hakk út í móa. En það vísi í jakkafutt. Það er ekki Skúli Helgason. Nei, hann myndi ekki fara af þeim. Herðu, þegar við erum í Bandaríkjunum þá er það svartir kirkjan svarta kirkjan í Bandaríkjunum er mjög sterk og öflug og þau eru alveg að fara á límingunum núna yfir því að fara að hlusta á það að það er talað Charlie Kirk sem svona talsmann kristninnar og hans útgáfa kristinni sem er svona hvít evangelísk kirkja sem er náttúrulega bara allt annað mál heldur en svarta kirkjan. Þannig þau eru byrjað að tala mjög hart gegn því að þetta sé ekki þetta sé bara kannast ekki við þessa kristni sem er ekki kristileg gildi. Refsiglaða kristni, útilokunar kristni, þeir kannast ekki við það. Þeir kannast við hérna mildu kristni og vilja það sem talað manna þannig. Ég held að Guðmundur Andri hafi skrifað nákvæmlega status þetta í dag. Já. Þú veist með tvo svona kirkjunamenn í viðtali í síðustu viku. Já, það sem vorum að reyna að greina þetta. Ég held að við höfum að gera meira af þessu því að sömuleyti er þessi hægri stefna sem er í Bandaríkjunum, hún hvílir svo djúpt inn í mjög sérkennilegri útgáfu af kristni sem er eiginlega ekki til útflutnings og hefur aldrei verið til útflutnings, það er bara alveg mjög sérstakt bandarískt fyrirbrigði. Þess vegna svo skrítið að hlusta á menn taka upp kröfuna þeirra
til dæmis stuðningi við Ísrael sem eru sko byggður á einhverjum hugmyndum sko heimsendi, að við verðum að styðja Ísrael til þess að Jesú geti komið aftur og þú veist þannig akkur er þá íslenskir hægrimenn að vera með þessa skoðanir sko. Þannig að það er svo margt sérskilið því og ég held að við ættum að reyna að finna svona leið til að fjalla meira gott spjall, ég mæli með því, ég lærði fullt af því. Herðu, en ég var með Óstu Póst og alltaf taka annað, það er sko dómsmálaráðuneytið þar er bara í stökkuðu vandræðum að því að Trump er búinn að lýsa því yfir að hann ætli að kæra alla andstæðinga sína og þar eru fólk bara í vandræðum þú veist hverjum á ég að hlýða eða þú veist er ég virkilega í þeirri stöðu að ég þarf að fórna bara ferlinu mínum með að segja nei við yfirboðara minn og þetta svona brotna samfélagið niður, svona deilíðræðið. Já. Trump er búinn að leysa TikTok sem var í eigu Kínverja. Nú er hann búinn að þröngva þeim til þess að selja meirihlutann og ég held að þessu Murdoch-feðgar sem ætla að kaupa þetta. Það fylgir með í kaupunum að það vera bandarísk fyrirtæki sem munu stjórna algoritmunum og það eru fyrirtæki sem munu stjórnunum í takt við vilja Donald Trump. Og þetta er orðið svo klikkað að sko samfélagsmiðlarnir og hvernig hvað þú sérð er orðið hluti af sko armi stjórnvalda. Þetta er mögulega hryllilegasta fréttagsins. Já, en sko ég held að þetta sé búið að vera eitthvað sem hefur verið að þróast núna í miklu lengri tíma heldur en við gerum okkur grein fyrir og ég held að flest okkar hugum okkur í daglegu lífi með einhverjum hætti eins og einhverjum markaðsöfl stýr okkur til. Hver hefur ekki lent í því að vera að hugsa eitthvað, langar í eitthvað svona, ekki sætta upp átt en fær svo auglýsingu það á símann sinn, kannski klukkustund seinna. Þetta er eitthvað svona, þetta er svona óþægilegt. Marja, er svarið að slökkva á internetu? Ég held það. Internetu er bóla. Veitu hvað ég ger á Facebook? Ég birti ljóðaþýðingar. Já, ég hef tekið eftir því. Það gæti verið að það væri út af einhverjum algoritma að vera að þröngva mér í þetta. Ég held samt ekki. Ég reyndi í dag að birta bara... En maður á að vera óþekkur á samfélagsmiðlum. Maður ekki gera það sem að samfélagsmiðlun ætlast til þess að maður gera. Ég reyndi í dag að birti í dag fallega sögu af afgreiðslumanni í Bónus. Það sem að 4 drengir sem áttu allir 500 kall. Vörurnar sem eru 20 mínútur að versla fyrir tæpilega 2000 en svo reyndist að vera 2017 og bónusafgreiðslumaðurinn fann krónunar sjálfur í vasanum sinni. Hringdi í mig þessi maður sem að var afgreiða og hann sagði að það væri sko 40 manns nú í biðröð. Þess vegna nafngreind, þess vegna segi ég ekki í hvaða bónusverslun. Herðu, en hérna er einn frétt sem að við ekki fylgst nógu vel með að Argentína er nei, ég ætla að skjóta inn þessu, já, því að mér fannst þetta merkilegt að því að politík að vera með þetta á forsíðunni, þetta er sem sagt trans maður sem að segja það að hann hafi borðað matinn sinn í grunnskólanum inn á klósetti alla tíð vegna eineldis og ég hef bara tekið eftir því að margir miðlar í heiminum bregðast við þessu svona massífa hatri sem kemur frá Bandaríkjunum og Hvíta húsinu með því að setja svona fókus á þessa hópa og sömuleyti getur við sagt að Rússía að gera það með hatri í þættinum en ég held að það sem að fjölmiðlar alls þar í heiminum verða aðeins að hugsa hvort það er að skilja þetta fólk eftir eða hvort það er að segja sögur í heiminn það sem að samkendir á undanhaldi Featurear og human interest Ég er aðeins að skjóta Argentínu sem ég ætla að koma að því ég nefndi það er þessi maður Milei, hann er últra hægri frjálshyggjumaður og þá meina ég sko ef að þið geti ímyndað ykkur sko versta frjálshyggjumann sem að þið hafið kynst að þá er hann sko 17 sinnum verri og hann er núna hann afnám gjaldeyrishöft og pesóin er að hrynja og hann er búinn að eyða öllum gjaldeyrisvaraforðunum í að reyna að styrkja hann og hann er núna kominn til Bandaríkjanna og það er næsta frétt og hann er ætlar að hitta Donald Trump sem ætlar að redda honum og beila hann út eins og sagt er. Þeir eru með svona svipað hár. Já, hann er kallaður hárkollan hann er kallaður hárkollan. Já, það er eitthvað svona, með svona harða hægri einræðisherra Boris Johnson og hárið, þetta er eitthvað sem þarf að greina. Og hann er Gert Wilders í Hollandi, hann er líka með sérstakt hár. Akkurat. En Trump af pólitískum ástæðum hann ætlar að beila hann út alveg á sama hátt og hann ætlar að reyna að þröngva brasilískum stjórnmálum til þess að sleppa Bolsonaro. En við skulum enda í skessuhorni sem er síðasta frétti sem við erum með. Við skjótum bara yfir og endum þar. Já. Þar er verið að tala einmitt. Þarna skrifar aðal landbúnaðarráðunautur Íslands fyrrverandi sem er sérfræðingur í sauðfé
grein og er rétt að fella dauðadómi yfir hrútlömbum sem koma í líflambaskoðun og hann kemst að þeirri niðurstöðu að vísindin hafi talið að ef hrútur var með eitt eista eða skakt bit á dauði þá ætti að farga honum, þá væri hann ekki líflamb. En núna er þessi maður eiginlega að játa það, þessi landbúnaðarráðunautur, að einhver gögn og einhver ný þekking bendir til þess að lambrútar það megi vel setið á vetur, þótti séu með skakt bit. Mér finnst þetta heiðarleg og falleg játning. Og betur verið þá bara drepnir seinna? Já, seinna, mörgum ára seinna, sko. Þeir fá sérst að vera hrútar til undanildis? Já, það er náttúrulega samt frekar mikið óstuð að fæðast hrúturinn ekki gimbur, því að það er bara eitt hrútur settur sem líflamb á við kannski 50. Þetta er að vera kjúklingur og vera karl. Já, það er eggjabúi. Það er ekki, þú hefur hent í viftuna. En mér finnst þetta falleg játning og hún er viðurkenning á fjölbreytileikann. Já, og svo bara hættum við bara öll að borða dýr, eða ekki? Kannski. Já. En síðast hættum við að borða þau sem eru með skaktbit. Björn og María, kærar þakkir. Framundan er rauðaborðið. Ég bendi ykkur sem eru að horfa á okkur á Facebook eða á YouTube að þið þurfa að finna nýtt streymi. Við ætlum að loka þessu. En ef þú horfa á í sjónvarpinu og hlustu í útvarpinu, þá er engar áhyggjur af rauðaborðið er hérna framundan. Og eftir rauðaborðið þá er málfundur útlendingastefnu. Gjörðu svo vel.